Í dag sjómaður að tala við sjómann. Til mín kominn Guðjón Hafsteinn Guðmundsson sem byrjaði 14 ára gamall til sjós og átti mjög farsalan starfsferil og var heiðraður á sjómannadaginn fyrir 4 árum síðan fyrir sín störf. En ekki síður fyrir hetjudag sem hann dríði eitt sinn borð. Gaui, vertu hjartanlega velkomin í sjókastið. Já, takk fyrir það, takk fyrir. Mikið gaman að sjá þig aftur 4 árum eftir að ég var með þér á sjómannadaginn þú varst heiðraður. Já, ég átti mér fannst eiginlega alveg nóg þá. Þetta ennþá, þetta bara viðbót við það, væntanlega. Já, sko, þú hafði frá svo mörgu að segja. Mér langar eiginlega að fá þig til þess að segja það aftur og dýfka meira á því. Já, aðeins að ljúga með það. Já. En Gaui, þú ert fæddur og uppalinn í Reykjavík, er það ekki? En ættir að rekja á Grundarfjörði, það ekki? Eitthvað svoleiðis? Já, faðir minn var fæddur og uppalinn í Grundarfjörði. Hvernig var uppvöxturinn hjá þér og hvað svona í umhverfinu eða fjölskyldinu var sem að togaði út á sjó? Það var nánast ekki neitt, sko. Ekki í þeim skilningi að það væri einhver sérstök sjómennska í ættinni eitthvað svoleiðis. Það var alls ekki þannig. Ég held að þetta hafi bara verið tilvíðankennt bara. Þetta er svo oft í lífinu, sko. Já. Þetta byrjaði alltaf bara í Gullfossi, sko. Eða raunverulega þegar Gullfoss var á hét. Þá var það þannig að ég átti góðan vin sem var að læra ungþjóðn og var að kveðja hann, sko. Og skipið var bara, já, þetta var nú svo Gullfoss, þú manst hvernig það var kannski. Nei, ég er náttúrulega sko helmingi yngri en þú. Erum við ekki að tala Gullfossið sem sigldi á Danmörku með? Já. Við fórum með farþega og mikil stemning borð. Já, mikil stemning borð og alls konar svona skemmtilegir fuglar hann, sko. Nema það, ég búinn að kveðja hann og ég komin í landganginn og þá kemur hann hlaupandi og segir, Gaui, býtu, og ég sný mig við og hvað er hvað? Bara ásvaldið svona. Nei. Hörðu, við vorum bara að koma aftur á borð. Og ég lappa aftur upp og þá sem þú bara kemur með okkur til Danmörkur. Tekur bara 1 túr með okkur og vantar þessa í rekstrasjónu og vantar manneski til að sjá hann. Sagði ég. Hvað er þetta að meina? Ég er engu fötum eða sérstaklega ég er ekki með neitt. Það er lítil fernögt. Getur notað henni saman og ég náttúrulega, já bara að gera við það bara ekki til skjátt að þetta var svona tíðarandi, sko. En sko, þú ert 14 ára þannig að það ekki? Jú. Og hvað, fyrst ekki að fara heim og segja blessu mömmu eða neitt? Nei, svo bara var vandamáli, sko, hvernig ég ætti að snúa mér út þessu, þannig að ég er komin upp til loftskeytamannsins og ég sé hann, það var alltaf þú vinnust að hafa að koma með allt skip, sko. Já. Ég þarf að hringja mömmu. Já. Já, ég veit að hann gerði svo vel, svo hringja hann og glæði þetta. Svo kemur mammi símann og hún alveg náttúrulega eins og lögir ráð fyrir, bara ekki ánað með drenginn. Nei. Þannig að ég sé svona, heldur mamma, ég geði bara ekki að falla í sér stofuna. Og þar meila var málið dögt, sko. Já, hún var ánað með að þú væri komin út á sjó fyrst og hún geti fengið ykkur svona framandi varning. Já, framandi varning, sko, hún var náttúrulega ekki ánað en svona var þetta bara, skilur. Þetta var bara svona, þarna, sko, er þetta sumar, ertu þarna milli bekkja? Þetta sumari, sko, þetta sérstaklega þegar skólinn er búinn. Þegar skólinn er búinn, ok. Þetta var ekki svona eins og væri bara einhvern veginn að skrópa úr skólanum til þess að komast í Nei, það gæti líka alveg verið, sko. Það gæti alveg verið. En hvað hvar sleistu svona barskónu? Ég í Bústaðahverfinu. Bústaðahverfinu. Og var nú, já, ég var Íslandsmeistari í fótbolta með Víking og Reykjavíkurmeistari og að spila svona svolítið mikið fótbolta. Það var svona að ég held svona allan aftur að baka hyggja þá held ég að ég hafi verið alveg þokkalega fótboltamaður en svo bara tók sjórinn yfir og ég man nú ekki alveg nákvæmlega, þetta er náttúrulega aðeins, sko, þetta er svo langt síðan, sko, þetta er 60 og hvað ég segi við, 64, 65. 65, já, þú ert fæddur 50. Já. En þetta er segðu mér eitt, sko, ég man eftir viðurnefni sem að þú sagði mér þessi, Smái. Já, það er svolítið saga á bakvið það nefnilega. Sko. Já, segðu mér söguna, sko, Gaui Smái, eða bara Smái. Smái, bara kallaði Smái. Það var eiginlega þannig, sko, að þetta fór nú alltaf bara gegnum síma, þú fannst eitthvað hringt og gerðir þetta bara sjálfur, skilur. Það var enginn sem var að benda, þú varst bara að klára þitt dæmi og ég gerði hvað sá? Að taka upp, sko, síman og hringja í þessa skiptjar og aðtók hvort það væri þetta,
komast að borða. Já, þegar seinna meir þegar þú varst komið áhuga á því að fara út á sjó. Já, þetta var bara þegar ég var 14 ára, 15 ára, eða verið 15 ára. Sem ég og geri, og hann ræði mig bara gegnum síman, Jóhann Sveinsson, sem var þá á Hauki, hérna, síðutónu Hauki, hérna á Kletti. Mást nú sást ekkert eftir þessu. Þessi myndir á þessu, já. Nema það, svo mæti ég hérna niður að byggja með sjópokan fræga, sem umtalaði sjópoka sem allir voru með. Það var ekki að ferðatuska á sjópoka. Nema það maður, ég stattu bara í langgangunum sko, byggja, sko, þetta varst nú kannski, þú varum kannski séð síðan, þú varum ekki það. Það var að þannig, það var bara leiðar út í skipið sko, og ég var náttúrulega meðri brunni, og kallinn var alltaf sko, það var alltaf í brunni sko, í glugganum til aðtaka hverju var að mæta sko, alls konar upp og komur í þessu. Og skrautlegur mannskapur sem var að koma í borð væntanlega. Sér mig maður. Já. Segir, hvað er þú að fara að hérna? Ég er að fara hérna. Er þetta ekki Haukur? Ég er að fara með borð, ég hringdi í það. Og hver anskoti maður. Það er aðalt að hafa ekki séð þig. Varstu svona nettur? Já, það var svo nettur sko, ægilega nettur. Já. Herðu, einhverja hluta vegna, þá hleypin að mér að borð. Og það er farið út á sjó. Og þetta var líka á vorið til sko, eftir skólan. Já, ári eftir að þú fórst á Gullfoss þá. Nei, þetta var eiginlega bara sama árið. Eða sama ár. Já, sama sumar réttar þessu. Herðu, nema það, svo kemur upp staða sko, það var alltaf kannski, sko, þú nú heyrst talað um það var alltaf, skal ég segja, að tala um hálfdrækningur. Já. Og svo tengist ég að básmann svolítið góðum böndur svona, og þau eru miklu vinir, sko, hann eiginlega tók mig að sér, sko. Segja hann við mig í daginn, ég var búin að vera eitthvað viku við Víki Mýrdal, vorum fisk í siglingu. Hörðu smái, þá var hann búin að skýra mig, sko. Já, ég sé, já, hvað? Þetta fara upp og talaði gallinn. Já, talaði. Þetta var svo guður, sko. Já. Ég er náttúrulega bara 14 ára, skilur. Ég sagði, hvað ég segja? Hvað ég að gera? Þú átt bara að opna hurðina sér og stinga bara hausnum inn og spyr hvort þú sett ekki bara fullum hlut. Ég sé, ertu alveg brjálaður? Ég þorði því ekki. Þetta var þannig, þessi skiptir sko, þetta voru svona. Þetta voru guðir? Já, það má kannski segja það, gott besta orðið við þetta. Svo. Ég hvernig fæn og kjark í mig maður og þrullaði mér upp maður og var nú að spája að banka. Svo opnaði hann hurðina og stinga hausnum inn og segi hann, Jói, ég heiti ekki Jói, ég heiti Jóhann. Þá fór hann eiginlega alveg með mig sko. Hann Dick, hann var að senda mig upp og ég átti eitthvað að spurja þig, hálf stamaði sko. Já. Og spurja hverju, hvort ég væri á heilum hlut eða hálfum. Veistu hvað hann gerði? Nei. Hann snar sneri sem maður, labbaði mig, greip í mig maður, lyfti mér upp, ég var bara fís sko. Og hristi mig, setti svo löpinn. Ég raskat vingsaði mér svona tvisvar sinnum og svo skellir hlæði og sagði, já, gauði minn. Já, smá minn segir hann, þú ert að heilum hlut. Og svo kem ég niður og Dick hafði náttúrulega gaman að þessu, hann var alltaf búin að sjá, ég var svona, svolítið svona örtýpa, sko. Og hann segi, hvað sagði kallinn? Ég svaraði einhver fyrst, sko. Nei. Og hérna, svo næraði hans upp með mér og hann sagði, já, ég væri bara einum hlut. Ég vissi þetta smá, ég var bara að segja þetta. Og þá var algengt bara hálfur hlut, sko. Já, það var mjög algengt að menn færu svona fyrstu á riðu sem borði í skip og væru hálfu kaupi til að byrja með, jafnvel í hálft ári eða eitthvað. Já, bara, þú þurfti bara að sanna þig, skilur, sko. Ég rýta að sanna mig þarna bara í fyrsta tóðum. Hann Smái hefur náð að sanna sig strax en skipstjórinn hefur viljað nýta tækifæri og aðeins að hrista þig til. Já, aðeins að hrista mig. Svo var ég með þessu manni í 4 ár, sko. Já. Fór með hann á annað skip, fór með hann á Neftum, þessi Tryggva Ófex. Já. Segðu mér áður við förum þangað, hvernig var stemningin þannig borði í Hauki á síðutóra á þessum tíma? Já. Er ekki svona, þarna eru skuttórarnir, stutt í skuttórarna? Nei, þeir kom ekki held ég fyrst í 69, 70, sko, 70 held ég. Já, þetta er hvað, 64, 5, já. En þarna er samt sem áður svolítið svona allur gangur á því hvernig mannskapu var á skipunum eða ekki? Góðu heldur betur og það var svona að tala sko
sjanka menn borð sko. Já, sjanghæja þá, já. Sjanghæja þá. Og þá var það þannig sko, við fórum alltaf á Ytrihöfn sko. Fóruð út á Ytrihöfn? Já, og lágum þar bara sko. Það vantaði kannski 2-3 áskilu. Já. Og þá var alltaf reddar í útgerði sem nú, þú veist, hann fór bara í ríki, það var alltaf þannig, hann fór í ríki og keypti eitthvað viss magna víni. Já. Og svo þrætti hann bara þarna barina, í Austurstrætinu og þessar barið þetta sem voru, sem bara gleyma nefnina. Langi bar og eitthvað svona. Já, langi bar og allt, já, ég var það núna leið og segja það. En, og svo bara var komið með þetta borð og þetta var alls konar ástand á þessu liði, sko. Ég ætla hann ekkert að vera nafngreina, eða ástæðalaust að vera nafngreina, þá skiptir ekki máli, þeir eru náttúrulega allir farnir og. Já. En þetta voru eftirmælir menn, sko. En voru þetta ekki, já, ég ætla að segja, voru þetta ekki hörkuduglega kalla þegar var unnið af þeim? Hörkusjómenn, sko, hörkusjómenn. Og svona góði verkmenn, skilur þetta, því það var allt gert borð, það var þetta plæsningar og allt gert og fiksa vangi sem við kölluðum og græða öll netavinna svona hún átti sér staðan. Og fá þennan skóla eins og ég fekk, sko, ég bjóða hún náttúrulega læði, sko. Þannig að hérna fyllibitturnar á Langabar voru kannski bara príðis kennara fyrir hann smáa 14 ára gamlan. Allavega í netum, gott þess að ekki góða kennara kannski í öðrum síðum, sko. Nei. Aldrei gerði ég, og meiri sem gekk svo langt ég hvað að segja, ég get alveg sagt þetta. Þá var ég vitna því að þeir voru, skal ég segja, að síja, sko, þeir voru að síja skósvörstu gegnum rúbröð. Síja skósvertu í gegnum, fljótandi skósvertu í gegnum rúbröð. Þetta bara vatn í hana, sko. Já. Hrærði hann upp. Já. Og svo voru þeir með rúbröð og síjur hann gegnum rúbröð og drukk hann. Og það gaf þeim einhver vímu áhrif. Það gaf þeim eitthvað svona. Almáttuð minn. Já, þetta maður sá margt, sko. Já, lærið þú einhver ósiðir svona ungur af þessum köllum? Nei, ég slapp nú eiginlega, ég bara slapp svaka vel við það, sko. Já. Ég svona, auðvitað var ég náttúrulega að fá mig vín og svolítið, en aldrei neitt meir, sko. Já. En þú segir auðvitað, sko, það þætti svolítið skrítið í dag að tala 14 ára krakka. Já, það þótt, tollurinn minn þegar ég var í siglingunum. Já. Það var hann nú, sko, hann var nú bara eitt, sko. Hann var alveg bara, það maður segja, bara ótrúlegt, sko. Það voru 12 flöskur af víni. Já, sterku víni. Sterku víni, vodka. Já. 12 karton af sígarettu og 10 kassar af bjór. Já, það er ekkit annað. Fyrir 14 ára gemlinga sigla á Bremerhaven eða Hull eða eitthvað svoleiðis. Já, og kallinn bara, Jóhann, hann tók bara ábyrgð á þessu. Já. Og svo kom pappi og það var alltaf jól hjá honum. Já. Hann fekk sér og hafði gaman að. Þetta var svona, svo var nú passað maður pappi var nú að reyna svona, þess að komið sér verið líka, sko. Já. En svo held ég að það fari allt og nýjan, mest megnis. Sko. Já, þannig að þú hefur ekki séð að klára tollin sjálfur. Nei, ég betur verið ekki. En þá hefur ábyggilega við fengið svona meiri slaka fyrir því að vera á sjó, svona ungur gagnvart fjölskyldinu, fyrst að þú náður að gleðja föðun. Já, svo man ég allir í Ari, sko, allir var nú alls konar upp, sko. Svo var alltaf farið hérna í gamla dag, sko, hann farið á Röðul, sko. Já. Og Röðul, hann lokaði 12:30. Ok. Og fyrir öfluga stráka, skilur, 17-18 ára, skilur, þá var þetta náttúrulega alveg bara guðskjöf að komast þarna inn, skilur. Skemmtistaðin eða... Röðul, sko, svo farið alltaf niður Þórskafi, skilur, sko, úr Röðli. Ég man alltaf eftir í, sko, þá var einhvern veginn þannig þá að ég tekið með við 2 sénir, sko. Og við erum með báðir í beltinu, hann var nú ekki stór, skilur. Nei. Nema, við erum fyrir utan, sko. Og við áttum alltaf kunningja sem var klósetverður svona duglegur að taka svona fyrir okkur innan vissa marka, og það var svona smá tóllsjálfur. Það var alls konar upp okkur. Nefnum að löggubíl keyrir hérna fram mig og fannst ég að vera eitthvað skrítið, sko. Og þeir stoppa og koma út og þá sjá þeir þetta. Og þá spurjaði mig hvað ég eigi heima og svona. Og ég var náttúrulega alveg á því að gefa henn það til hvers og svona var alveg eitthvað við þá. Svo að ég nú að gefa mig og þeir gera mig heim. Svo bankaðir og pappi kendi dyr og eru þau vinur, við erum með drengir hérna, vorum að taka hérna fyrir öllum Þórskafi, hann með 2 potta af séniver hérna á sér. Átti minni 2 og hann með 2 flöskur, já, herðu, hann átti nú bara að fá 1 flösku. Svo bara fór löggan, svo fekk ég bara 1 flösku, ég held bara áfram. Já. Þetta var bara svona. Þetta var bara svona. Já. En hérna,
þegar þú fórst á Gullfoss, áður þú fórst á síðutórana, þetta eru svona einhver, sko ég sé náttúrulega inn á Facebook, það eru svona gamlar myndir borðsalnum og mikil svona upphefð að fara í þessa siglingu, þegar ekki fólk strílaði sig upp þetta þótti, jú og þú varst þarna í þernubúningnum og því þú var svo smár, það var einu sem passaði á þig. Hvernig var að vera þarna? Ég hafði mjög gaman að þessu, þarna voru mjög góði vinir minn líka borð sko, og skólabræður og Birgir Gunnarsson, Birgir Georgsson sem átti herra fattaversli Birgis. Við erum miklu vinir sko. Og svo var einn þarna Kitty Piccolo sem var að læra þótt líka, hann var miklu vinir og Jón aðalega kveði hann sko. Og þetta var, þetta var upplöst svona að fara hann að sigla, við fórum fyrst sko, það var hérna, hvernig var þetta? Þetta var Eteborg. Þetta var Danmörk, Kaupmannahöfn. Og hvort það var Leeds líka. Hafðir eitthvað farið til útlanda áður? Nei, aldrei. Var þetta ekki svolítið upplifun þá fyrir þig? Jú, þetta var náttúrulega þringa svona, þetta var þetta gaman. En hvernig var stemningin borð á farþegunum? Var mikið skrall og? Já, það var mikið skrall og það var þarna sko þriðja farminni og annað farmirými og fyrsta farmirými og var þetta bara eins og í Titanic myndinni og skemmtilegasta þriðja? En í þriðja farinu þá var hann bara dúkustrengdur á milli svona sko, til svona skilur og þar skeiði ábyggilega ýmislegt sko. En hvað keyptir handa mömmu úti? Þetta er nú ósangja spurning til allan tíma. Það var eitthvað sem að gladda hann allan, við getum bara sagt það sko. Það var eitthvað sem gladda hann. Þannig ég slapp fyrir hot sko. Þú slappst fyrir hot. Heyrðu, þú varst rérið þarna fyrst sem messagutti og varst í mjög skamman tíma sem hálfdrættingur á Hauki. Nei, ég var aldrei hálfdrættingur. Þú varst aldrei hálfdrættingur, þú fórst bara fyrsta túr og varst strax á fullum hlut. En svo, ef ég man rétt, þá varstu 19 ára gamall þú verður svo bátsmaður sem er engin aldur fyrir að verða bátsmaður. Þú hefur lært töluvert mikið, eða ekki? Hvernig var að vera svona ungur og orðin komið með mannaforráð og þá greinilega? Það reyndist mér bara rosalega vel sko. Svona, frekar svona, heldur mér að segja svona, flinkur að koma að með fólki sko. Flinkur, svona, að fá það með mér sko, þetta er mannlega samskipti sem að yfir maður skiptir svo miklu máli, þú veist alltaf, þú gerir ekki deilt sko. Nei. Þetta er samvinna, þetta er bara tím. Þannig að ég las hann og fljótt sko. og raunverulega ef tölum með svona alvöru básmann að vakta maður hann fremstur í flokki alltaf sko. Já, og hvað er sko leiðir liðið áfram sko. Já, hann er leiðtoginn sko, það er að þannig og hvernig er það þegar þú ert svona ungur, hvernig hafður áunnið þér einmitt þetta trausta, þú ert bara signaður og gerður að bátsmanni? Já, það er nú kannski fyrst allir svona þetta er svona kannski verið að setja mann að sér vegg að vera að svara þessu þannig en ég var alltaf grjótsvaklega harður af mér sko. Já. Og vílaði ekkert fyrir mér skilur sko, ímislega sem að ég var bara skilur sko. Já, mér þannig að þótt þetta bara sjálfsagt. Já, þú fórst ekki að barma þér yfir of mikið vinnu eða? Og svo kannski get ég sagt þér sko, svo get ég líka kannski sagt þér hérna, ég held að ég get alveg sagt það með stolti að ég hef aldrei mætt og seint á vakt. Já, það er þannig. Aldrei. Já. Ég man ekki aldrei. Nei, aldrei. Bara aldrei. Þetta var algjörlega heila, sko. Hérna, þú hefur hérna ábyggilega upplifað ýmislegt líka á síðutórun. Það var kannski ekki alveg örugustu aðstæðuna sem að voru í boði og þar hefur einmitt náða sínaðu og sanna á svolítið. Ég man að þú talaður það það var bara svona hversdagslegu uppákoma að fara bara á kafi það ekki? Jú, það var alveg hérna, sko, það skeið alveg til þess að þrísvar á vakt sko. Já. Og það var sko, það var nú einhvern veginn þannig að eins og íslenska ullin bjargaði hana mörgum manninu skilur, þá vorum við bara alltaf í henni og hún hitaði okkur tilbaka skilur. Já. Það gast ekkert verið, það var ekki takt að hlaupa inn og föt og aftur út og aftur og hvað þetta var alltaf opið, við vorum alltaf að vinna í göngunum eins og við sko, prálið tekið á síðinni og við vorum að vinna í göngunum og þannig að hann fengum við sjóun á okkur alveg drekk sko.
Ég kem úr svona vernduðum bakgrunni, ég bara byrjaði strax á skuttóra þar sem var borðhár og skildi okkur þokkalega fyrir veður og vindum. Já. Hef nú svo sem líka verið á blautum skipum, en það er nú aldrei meira heldur en hnetjúft kannski. Nei. En svo ferðu yfir á skuttóra seinna. Já. Hvernig var sú breyting? Herðu, sko, sú breyting var alveg bara mjög skemmtileg og mikið upplifði og náttúrulega allt annað aðbúnaðu skilur og þetta var náttúrulega bara, þetta var alveg svakalig bylting fyrir sjómaninn og fyrir veiðigerð og annað skilur, þetta var náttúrulega bara ekki þetta líka þessu sama sko. Nei, hvað er svona stendur upp úr sem, til dæmis hvað var þar aðbúnað fyrir svona unglinga eins og mig að heyra smá svona fræðslu var, þú varst væntanlega ekki með hvað mér að segja, það var ekki neitt internet og engin vídeótæki á síðutórunum. Ekkert útvarp og ekki neitt í kleðum sko. Nei. En það sem að kannski var sko, þetta voru yfirleitt lúkarar 1 og lúkarar 2, neðri lúkar og forlúkar og bakborðslúkar og stjórnborðslúkar og þarna voru sko 6 menn í einu sko, 6 held ég að nú verið, vegan 8 sem að gistu sko í þessu lúkar, svo náttúrulega var það stundu þannig að voru 3, þá voru inni sko hinni vaktinni og eins og gengur þú þekki væntanlega. Og var þetta á eins og Hauki var það þannig að þú þurftir að fara sko ganga undir berum himni til að fara fram í borðsal og þú labbaði sko sem sagt frá borðsal og fram í lúkar sko. Og það gæti eins og væntanlega komið inn að það gæti alveg sko verið töff skilur. Það ekki? Kolvitt þessu veðrum og sæta lægi sko. Já. Og það svona maður fór stundum á kaf sko á leiðinni. Já, það ekki. Það er nú svolítið magnað að hugsa til þess að geta ekki farið sko þurrum fótum úr kojunni og fram í morgunmat. Já. Og og svo var vandamáli, svo var engi sturt, það máttir ekki fara í sturtu sko, þú þóður upp á sjó eða eitthvað slíku sko. Já. Það er náttúrulega að spara vatni og þetta var náttúrulega þetta voru svona skip sem voru bara dett út, voru bara leggjast hvert að fæta öðru skilur og bara í brot og játn á. Já, það voru hundgamalt á þessum tíma þegar þú ert að byrja þarna. Já, hundgamalt sko. Og var þetta langt úthald, varstu að fara á Grænlandsmiði líka? Já, við fórum aðeins á Grænland og svo var ég aðalega sko eins og með Tryggva sko Ófeigs og Jóhanni Heitnum skipstjóra, þá var það yfirleitt þannig að við vorum með fiskisiglingar sko. Já. Það var yfirleitt og það var svona veit ekki hvernig var það var alltaf verið að sko, það skipti ekki magnið máli sko að það var í trollinu sko, aðalega að fara vel með afla skilu, það var svolítið ríkjandi hún og Jóhanni sko. Já, það er svolítið magnað, það er að því að á þessum tíma sko, því að þessi bylting er kannski innleiðist ekki fyrir aðeins seinna sko, svona á landsvísu. Já, og núna er þetta orðið svo mikið fyrirmynd sko að maður bara sko, við erum borðið þessi skip sem heitir skuttóri í dag að maður bara það vissi bara máli sko. Já, það ekki, hefur þú farið borðið ykkur á þessu nýju og mist andlitið yfir sjónvarp í hverju klefa, allir með sér bað og Já, sér klefa og þú ert eins og þú segir, þú ert bara með gæðinata myndir bara og allan pakkan og getur valað bíómyndir og Hvað gerðu ykkur til dundus á síðu tórunum? Á hann aðalega að kippa í hann voruð eitthvað að tefla eða bara svona skrafa? Já, við vorum að tefla og spila mikið bridge. Gerir það ennþá í dag? Nei, því nú vera möður. Já. Það er eiginlega, við spiluðum mikið sko, spiluðum náttúrulega ekkert að síðutórunum að bara rússa og svona sko, voru ekkert að spá eitthvað bridge, það var allt og mikið áreynslu á heilan, jafnvel þunnir og alltaf. Já. En á skuttórum mikið spila sko. Á mikið spila, fórstu? Þá sko, þegar ég var að byrja sko, þá vorum við að spila til dæmis sko, var ég manni eftir að Guðmundur Jónsson sem hér síðan Breki sko. Já. Við sóttum hann til Akureyrar og þar var mikið spilað sko. Það er einn sem ég þekki sem er hann er faðir vina minns, var á togurum áður og er og svo háskólakennari, kendi fjárhagsbókhald í háskólanum lengi. Hann heitir Bjarni Frímann Karlsson og hann þótt alltaf vænst þegar að lítur öxl, þá þykir hann vænst feril sinn til sjós, veit ég sko, einst í hjartanu. Já. En hann, svona, ég veit ekki hvort það sé í spaugsemi, hann segir að hann hætti til sjós þegar helvítis vídeótæki komið borð. Þá hættu menn að spila, sko. Já, og það er mikið, tala saman. Það er mjög mikið til í þessu. Fórstu í gegnum þessa breytingu líka? Já, og við vorum að sko,
svo var alltaf einn sem sá að taka myndir sko og svo var þetta bara deilt sko komið upp í uppgjörunum sko vídeómyndir, þinn hlutu þessi og við vorum að taka 40-50 myndir sko og sett bara í póka og þetta var svona það var skemmtilegt líf sko sjómennska náttúrulega, það var bara forréttið að fá stund að sjó í dag sko það var kannski ekki þá en upplifður ekki þá að ekki á síðutón þannig, þetta er óttalegt svona en þú varst ekki að víla það fyrir þess samt sem maður nei, og ég sko þetta er náttúrulega að vera á sjó sko, það er einfallega þannig að þú ferð sko þarft ekki að fara út í umferðina sko þú lappa bara på dekk eða aftur og borða matinn og það er svo að dekka vinna skilur og engi rauður ljós og ekki tuð í konunum og laus við þetta alls saman skilur það er svona einfalt eða svona þægilegt þetta var voða einfalt líf sko mætum borð klára túrinn og svo ertu í frí og þá ertu í algjöru nei, ég var nú einn af þessi sjómannu sko ég byggði mikið sko þannig að ég byggði þarna bara vassenda mikið pakka sko og það var allt vegna þess að skuttuhortin komu skilur þetta var alltaf stóðu peningar upp á öllu þessum bara komu, sko. Þú hefur haft góða tekjur hann á þessum tíma ég er búin að byggja tvisvar sko í Svetberginu byggði einbíls, fallet einbíls og svo byggði ég bara vassenda svaka borg, bjálka borg er þá ertu þá að meina þú hafði nóg að gera þegar þú varst í landi og þú kannski þurft að róa stíft líka til þess að standa undir þessu þetta var eiginlega þannig sko ég fer kannski einu í annað að fyrkja með það en við gerum það bara þannig eins og við viljum en ég var náttúrulega áverkur sko og var bara mjög slæmur sko ég gæti aldrei verið kjör sko í skóla líka já. Skóla og alltaf í slagsmálum og allt í rifin og tættur og ef ég ætti í dag var ég svona greindur sko með 3 sprautur í raskætti til þess að halda þið niðri en svona svo vist ég sagði frá því að ég slasaði náttúrulega illa eftir sjó sko svona ég leipi inn í hana þá náttúrulega fekk ég á mig brotsjó á Hofferlinu sko mikið seinna segðu mér það er nú eitt sem að var svona akker í þínu lífi snemma Valgerður kona mín, ég var voðalega konaðin heitin eða ekki Valgerður heitin ég var voðalega vel giftur sko. Þið kynntust ung eða ekki? Bara 16-17 ára? Já, hún var 18 og ég 19 og vegnuðu 3 börn yndisleg börn, frábær börn og það er eiginlega allt henn að kenna skilur sko, bara sem gestur heim sko hún stjórnaði þessu og fekk kannski svona og reyndi hún að hafa heimil á mig skamtaði með bara pening skilur sko það er ekki alltaf sem hún nefndi sko þá maður kannski að koma heim kl. 2-3 sko því að maður átti svo mikið inni, maður er búin svo lengi að heima sko þá fannst þér þú eiga rétt á að fara á röður en þetta var svona, andi var svona sko, það var komið í land sko og þá þóttust menn eiga svo mikið inni og búin að vera svo dullir og konan kannski ekki alveg tilbúin að fara 2-3 daga með þér sko kannski bara einu sinni en maður þurfti alveg bara virkilega út á sko ég þekki þetta sko, kona mín sagði mér þegar ég var á sjó að þegar ég kom í land að þá var hún náttúrulega, þá var ég búin að vera í mánuði burtu akkurat og hún var komið með einhver ákveðna rútínu með krakkonum og svo kem ég í land og bara einhvern veginn ef við ekki að fara að gera þetta ef við ekki að fara út að borða bara og nei, það er bara prógram við erum að fara í hann er að fara á fótboltaæfingu þessi og svona og ég ætti sko losnaði svolítið mikið við þetta sko ég var aldrei meira en 4 daga í landi sko og þegar ég var að byggja þá tók ég 2 ár streit sko á frysitúrum í mig sko það er þannig varstu hjá Stálfrúnni hvernig var að vera þar? Það er frábært fólk og þetta var bara svo opaslega duglegt fólk sko. Maður hefur heyrt náttúrulega svona skemmtisögur af aðhaldssemi Guðrúnar Lárusdóttur og Ágúst Sigurssonar að þau voru svona útgerða fólk af gamla skólanum og pössuðu vel upp á hverja krónu en allir sem að ég hef talað við sem að hafa róiðar á skipinu þeirra sko það stóð allt upp á punkt og prikk eða ekki? Allt upp á punkt og prikk svona sko auðvitað getur komið upp svona eins og sjálfur áreistar á milli
og ég man eftir því sko að hérna, þegar í mér byrjaði sko, þetta var nú eiginlega þannig, ég byrjaði sem sagt með Guðmundi Jónssoni á Venusi sko. Já. Alltaf, hvernig kemur Venusi? Hún var sko 90, hvað er það ekki? Nei. Ég maður það ekki. Nei, býttu við. Nei, alltaf ekki verið, jú, alltaf ekki kringu 90. Já. Þá var ég búinn að vera Guðmundi Jónssoni 4 ár sko. Já. En hérna, það kom upp svo staða á Venusi sko, þetta var fyrsti tógarinn í Hafnarfirði, ég sé að segja alveg rétt frá það. Já, flottur fristituðar með það var að tala mikið um það hvað millidekki hefði verið vel hannað, afkasta mikill. Já, maður þótti þetta alveg svakalegt sko, að vera bara í aðgerðir á millidekki sko, maður vissi ekki hvað það var sko. Nei. En hérna, svo kom upp staða sko, sem að kemur oft upp, að það er þessar frívaktir. Já. Og það var svona svolítið misnóta sko. Að það sé sem sagt vera að láta menn standa frívaktina, vinna á frívaktunum þegar ætti að vera að hvíla sig. Já, það var þess að þú kannski fjast sko 3 tíma skilur á frívakt þegar áttir að vera 6 tími kói sko. Já. Það fjastu bara 3 tíma skilur. Já. Og ef þetta var svona svolítið mikið þetta skilur. Og þar af leiðandi myndi ég halda að misnóta. Þannig að ég lenti sko í því með strákunum að það er óbúslega óanæði með þetta hvað þetta var sko. Ekki það að menn vildi ekki standa frívættir, heldur bara að þetta var kannski aðeins of mikið skilur. Því menn þurfðu náttúrulega hvíld sko. Eðlilega hvíld. Já. Bæði þetta standa öldun og þú ert að vinna þetta fisk sem að búa til verðmætur. Þetta þarf alltaf að vera svona innan velsamins marka, þannig að þetta komist nú allt sko heim og saman. Nema það að ég heyri þetta hjá strákunum og ég segi bara við að ég skal bara fara að tala við kallinn. En þetta byrjaði líka sko út af því að fyrsti stýrimaður kom bara inn til mín, ég var með sérkleifa sko, og kemur inn til mín og segir, Gauði, það er frívætt. Það erum að fá það frívætt. Og þá segir hann, hörðu, við skulum bara hafa eitt á hreinu, sagði ég, þú kemur ekki inn í klefan til mín þegar ég er á frívætt og skipa mér á frívætt. Það er ég sem ákveða að kunna þurfum að frívætt. Já, ertu bátsmaður þarna? Já. Alltaf bátsmaður sko. Já. Já, þú varst bara bátsmaður eftir 19 ára aldurinn? Já, alveg, alltaf. Já. Og hérna, hann fer, og ég segi bara, kontuður út bara, förum ekkert að frívætt núna. Þannig voru menn bara orðnir verulega þreyttir? Já, bara þreyttir og ég sá það. Og hann fór að klagaði í kallinn. Já. Og kallinn kallaði mig upp og við lendum í háariðildi. Já. Og ég segi bara við hann, ef verður ekki gert, að það er borgaða frívættir, þá stöndum við enga frívættir. Það er bara svoleiðis. Já, þið verður bara að gera ykkur grein fyrir því að við erum með frítíma hérna, lögbundi frítíma. Þannig að þið eigið ekki rétt á því að vera að reka okkur út af dekkskilur bara þegar eitthvað eftir í hug. Og ef þú ætlar að gera þetta svona sagði ég, þá skaltu bara taka þetta pláss og stinga þér að skata þér. Já. Svo bara labbaði út og hætti. Já, þú hefur bara hætt þarna með eftir þetta? Eftir tóttúra. Já. Sem að var sko, og ég var að byggja þá skilur í Söbergin líka sko. Já. Þannig að skapið var náttúrulega kannski svona, það var kannski ekki beint skynsemi í þessu. Nei, þú varst að standa með þér og þínum. Já, og þetta var bara mín samfæring skilur. Já. Nema, svo ég beðin að koma yfir á Ímir sem ég og geri og verð básmaður þar og þar í 12 ár sko. Já. En það kom upp staða þar að þar var maður sem að var sko, ekki að nefna með nafni skilur, að við sáum að hann var ekki að handla þetta. Ok. Þannig að við fórum 2, upp á skrifstofu Guðrúnar og Ágústar og lögðum bara þetta planið, við gætum bara gynnum þessu manni. Já. Og þá segir Guðrún við mig orðið ég. Hvað viltu gera? Hvernig sjáu þið lausnins? Það verður bara að fá nýja manni eða ekki að missa alltaf mannskapið. Hann hafði náttúrulega enga stjórnarskapið sínu sko. Ok. Og það var bara gert. Hann var látið fara og nýskipstjóri kom. Já, það var bara þannig. Já, þau hafa hlustað á ykkur hérna. Já, það gerði það. Það var sko, þau gerði vel út og hún gerði sér alveg grein fyrir hún Guðrún og þetta gæti ekki gengið svona sko. Já. Mikið, fiskiri ekki mikið og allt á svona krafta fiskiri og kólu vitlaus alltaf, þetta er bara úrskilu. Það er ekki gaman að vinna undir svoleiðis. Þetta er bara mannleg samskipti verða að vera í lagi, þetta er tímsvinna sko. Já. Og þegar að verða, skilu, ef einn er skemmtur, þá er bara á allir áhefnið, þá er það bara eitar að það útrá sig.
það er það sko og fólk verður sérstaklega á svona vinnustað Já, sko að bera þú ert virðingu hvert fyrir öðru. Já, þú ert lokarinn að vinnust, það hleypir ekkert burtu, sko, Nei. út á sjó, og tekur ekkert leigubíl að fari, sko. Nei, það er rétt. Svona, ja, margar uppákomum svona aðri sem hann er búin að lendi í, svona, kannski veit ég hvort maður eigi að segja frá þessu, þetta er bara sannleikur og svona var þetta. Þú bara talar eins og alvöru verkalýs forkólur. Ég er svona með réttlætiskennd, skilur, sko. Já, með mikla réttlætiskennd. Já, aldrei sviki mann og... Er það eitthvað sem að hérna má rekja til þess að svona þú þurftir kannski svolítið að berjast fyrir þínu sko, nú er ég hugsa stærðina sko, þegar að þú varst framan og svo smár. Já, svo tegður smár. Þú hefur þurft að berja svolítið fyrir þín á sínum tíma. Svona, já, og annað hitt líka, pabbi var nú grjótarður gæi sko, gaf nú ekkert eftir sko. Já. En sjómannaferillinn sem slíkur eins og þú sagði réttilega á, hann var bara mjög farsæll sko. Já. Fyrir þetta náttúrulega eftir slys sem ég lendi í sko. Þú varst í 40 ára á sjó eða ekki? Nei, 30, aðeins skrökvaði hann á því sko, hann var að skalka sko, en í 35 ár sko. 35 ár? Þá slasaðist ég sko, og þá þurfti ég að hætta sko. Hvað hérna, áður við komum að því, það er hérna mál sem að var nú blaðamál og fjallaðum hérna á sínum tíma. Þá varstu á þá varstu á Vigra, gamla Vigra, eða ekki? Já, Vigra með hann, þá var hann skipstjóri hann Þorsteinn, Steini. Já. Og þú varst þar um borð og þið voru að koma úr einhverju siglingu. Segðu þið mér rifjað aðeins með mér upp þessa hetjudáð sem að hefur verið fjallað um. Já. Ég veit á fer hjá þig þegar ég kallaði hetju sko, en þetta er svolítið magnað. Já, þetta er svona svolítið magnað sko. Málið er það að ég var bara að leysa þarna af skilur sko, alltaf ekkert að vera þarna, það var nú alltaf að stefna fristitogara skilur. Nema það við á Steini, minni mig endilega að Steini hafi verið siglingafrí þannig að þú skipstjóri sko, og stýrimaður með hann sko, fylgdi með hann. Nema það, ég og kokkurinn, við höfum fengið okkur aðeins svona við hóma heimlið sko, vorum aðeins að fá okkur svona bara inn í klefa hjá hérna á kokknum og... Já, heimlið eftir að hafa siglt með afla til Bretlands eða ekki? Nei, það var Bremenhafinn. Bremenhafinn, ok. Nema það, svo bara farið að sofa og svo bara vaknaði fyrir það er bara neyðakall. Já. Og við rjúkum upp á dekkarna, það var nú fuskarn en það var, gafst ekki siglingafrí sko, það fóru margir, það var bara lágmannsmannskapur sem sildi skipinu skilur það. Já. Sem var svona löglegt sko. Lágmannsmannskapur til að koma skipinu, já. Þið hafði bara verið kannski, 6-7 hann um borð? 6-8, eitthvað svo minni mig. Það hafði náttúrulega velstjórun og stýrimaðurinn og kokkurinn og 2 eða 3 hásveitar sko. Já. Og svo komum við upp á dekk og þá sjáum við bara vélina skilur í sjónum. Þið sjáu þar flugvél sem að hafði hleggst á eða ekki? Jú, þetta er sko, skal ég segja, er bara lítið rella sko. Já. Og þessi maður sem var að fljúga, þessi flugmaður, þetta var þotuflugmaður sko. Hann var að ferja flugvél sko, þegar geða stund og sagði mér svona eftir að því ég spjallaði við hann sko. Já. Þetta er búið að jafna sásvel, þá var það þannig sko að þeir voru að gera þetta voru kannski í fríum og svona, þá tókuður hann sér að fljúga fylgum sem var búið að selja sko. Þetta var amerískur flugmaður eða ekki, sem var að ferja rellu frá hvað, Bandaríkjunum til Evrópu? Já, og hann millilendi í Skotlandi til að taka olíu, bensín. Já, frá Evrópu til Ameríku. Já. Og hérna, hann lendi í mótmynd sko. Já. Og var bara olíulaus, bensínlaus sko. Já. Þarna fyrir, hvað ég segja við þig, sunna við, ef við komum upp á Hornafirði, þetta var bara betur Hornafirði. Já. Og hann kemst út í vélinni sko. Við sjáum hann koma út í vélinni sko. Hann brotlenti í sjónu það bara skamt frá ykkur? Já, svona 200 metrar fram á skipi sko. Já. Og hann er Snæbjörn skipstjórinn sem var það sko, eða listi hann Steina af, sem var stýrimaður hjá Steina og skildi skipinu. Og hann alltaf byrjar að manna skipinu skilur að flugmanninu sko. En hann komst ekki alveg á hann vegna þess að hún sættir það að hann myndi fara í kjölsóðinu á skipinu og aftur í skrúu sko. Og veður þokkalegt eða? Nei, það var svona, hvað segir þið, það var svona suðvestan, svona 6-7 vindstig, svolítið alda sko. Já. Röpp alda eins og viskvættin í vestanáttinni. Já, kalda skítur. Já, kalda skítur sko. Svolítið alda sko. Já. Og við sjáum það sko, það er svona 30-40 metra í hann sko. Já.
hann komið tungun út í sér og það alveg við sáum það að hann var að missa meðvindun sko. Já. Og við vorum búin að opna hliðahurðina skilur á skipinu og setja leiðar út og ég sé við Jón sem var yfirvélstjóri, hann að deyja maður. Já. Já, við getum bara ekki gert hvað við að gera. Þú var engin björgunabátur eða þannig Engin réttabátur, það var það skelfilegasta við þetta helvít. Ef það hefði verið Ari, þá hefði við bara getað hýtt bátinn skilur með mér borð eða einhverjum öðrum og keyrt bara á honum og tekið hann upp í bátinn og tilbaka aftur og aftur hýfður borð bara með kránum. Sko. Og þetta var getið staðar eins og segir. Og ég segi bara við vélstjórann, höfðu, komdu með spotta, komið með spottastafn, bindu bara utan mig hérna og hann segi, Gauji, hvað ertu ekki að bila? Þú deindrefst maður. Já, þá drefst hann og drefstu báður, sagði ég. Og hvernig varstu klæddur? Ég var gallabuxum bara ból, sko. Og hvernig er þetta ári, svona, hvernig var? Eiginu til, þetta var bjart og svo liður. Bjart, þetta var í mars, sko. Þetta var í mars, þannig að það er alveg ískaldur sjórinn. Já, það var 30 gráðu kaldur, sko. Já. Sögðuði mér hana. Og svo bara fer ég bara í sjóinn. Hoppar í sjó með spottan þig miðjan. Og svo hugsaði ég með mig, þú nú alltaf verið vitlaus, en ég vonaði að vera svona vitlaus, sko. En ég næ honum, sko, þá finn ég alveg hvernig, sko, mænan og allt svona, missa mátti, sko. Já. Já, og kvöldin að bara taka finnur á sjálfum þér? Já, finnur á sjálfum þér, sko. Og hann orðið meðvindalaus, þannig ég náði að krækja upp hann á mötana mann. Já. Greip svo hérna í hann, sko. Og svo náttúrulega bara Jón, yfirvélstjóri náttúrulega, það kemur hann að maki, hann tóður okkur bara að steganum, sko. Já. En þá var vandamáli, sko, ég með hann í fanginum að koma honum aftur borð, sko. Já. Nema Jón nær að tegja sig, ég sting mér undir hann, Já. Fæ lappina hérna, hann og ég gríp svo í leiðarann. Hvernig leiðarinn og svona. Já, bara svona kaðalstíi eða þannig, sko. Já. Og Jón nær að grípur í hann, sko, og kippur hann inn fyrir, sko. Svo dreifur hann bara mig inn fyrir, sko. Þá bara verði ég einhvern veginn fyrir svona sjokki eða svona lost bara og byrja bara að gráta bara. Græt og ég segi sáðum þetta helvítis bjániðinu kjálkarinn, ég er svona strákar. Það réðir samt ekki við það. Er þetta eitthvað sem að þú hefur ekki upplifað áður? Aldrei upplifað þetta áður, nei. Sem betur við. Og svo bara einhvern veginn, já þetta var svo menn bara göftu, sko, það borgarningar þetta og allt þetta, skilur. Já. Og ég vissi það náttúrulega ekki sjálfur, skilur. Nei. En þetta var góð tilfinning, ábúrslega ljúg og góð tilfinning og velliðana tilfinning þegar þetta var afstæði, sko, það var bjarga mannslífi, sko. Ég trúi því. Komst það fljótt til meðvitundar flugmaðurinn? Já, tiltölulega fljótt, sko. Já. Náðu þarna, þegar komið þetta strax allir með. Svo komið með konjak. Svo fyrst þú konjak? Það er ekki, sko, besta aðferð skilsmið, sko. Nei. Frekar hættileg, sko. Já. En ég held alltaf, sko, ég hef alltaf verið rosa þitt, sko. Já. Og aldrei orðið, sko, og menn voru ofta að spyrja mig hvað akkur fórst þú ekki í stýrimannsskóla. Já. Þá sagði ég við það, sko, býtu, það er engin aksjón að uppi. Hitnið þarna, bara. Man hleypur bara í spik, setja þetta á stólnum. Sem er það ekki lígi, sko, menn alltaf setja mikið. Já. Þannig ég vildi alltaf vera í aksjónu, sko. Ég elskaði það. Þú hefur verið í fanta formi þannig að þú ert... Já, ég hef alltaf verið í miklu góðu formi, sko. Það er náttúrulega reynda núna eins og slasaðist ég náttúrulega þarna, skilur, og svo fekk ég heila blæðingu og... Já. Tvisvar, sko. Hérna, svo við lokum þessu aðeins með þessa björgun, þessa lífsbjörg sem þú veitir þessu manni og þið náttúrulega sem áhöfn. Já. Gefum þeir líka kredit fyrir það? Já, og þú hafið einn stokkið út í sjóinu eftir honum? En Snæbjörn, sko, skipstjóri, hann gerði þetta rosa vel hvernig hann manaði skipinu, sko, þetta var ekki einfalt, sko. Nei, ég trúi því. Þetta þurfti að komast eins návaldan eins og hægt var, skilur. Já. Þannig að það yrði þá ekki löng leið að fara, skilur, sko. Og þetta var ekki löng leið, sko. Nei. 30-40 metrar, sko. En í þessum kulda og það er... Já, ég minna við höfum átt að hlæja heita pottunum sundlu, hann er 8 gráður, sko. Já, akkurat. Hvernig það kynntistu svo Amerikanum, veist hvað hann heitir? Nei, svo ætlaði hann og hann skrifaði mig bref, sko. Já. Og í flutningunum að vísinu, hann glataði að setja bref að mér þótti það nú mjög leiðilegt, sko. Já. Svona þakka bref, sko. Svo, hann var náttúrulega orðin rúmlega 60 þegar þetta
skeður sko. Já. Svona við bjöllum mikið saman, tekið mynd af okkur og svona saman og Já. svo var nú grein í mokkanum þetta Ómar Valdimarsson, vinur minn, skólafélagi skrifaði. Já. Það viðtal mig sko. Þannig að það svona moment það sem þú kynntist honum svona aðeins eftir Já, þetta. lítið bara. Svo alltaf bara komið til Reykjavíkur skilur sko, frá Hornaverði til Reykjavíkur og þar fóru bara að tekja á móti honum skilur. Já, og svo hélt þitt líf bara áfram og allt það og hans. Já, breytt bara. Haldið áfram að gera það og bæta og En þetta væntanlega eitthvað sem hefur fylgt svona inn í lífið eftir þetta. Já, þetta náttúrulega sko, þetta mikið afrek en maður gerir sig grein fyrir eftir á að fara svona í sjóun og ná í mann sem var að deyja sko. Já. Þannig að það þótti öllum þetta mjög sko, og eitt sagði við mig Gauji að bara 100.000 hefur gert þetta skilur. Jafnvel enginn sagði við mig sko. Já. En maður svona eftir að hyggja var maður voða glaður með þetta skilur sko. Þetta svolítið djörfung sem að þetta krefst, það það. En ég held líka að því að verðum að tala að spurði mig eiginkonu mína sko, Valgerði sko. Já. Að sko það opasett atriði fyrir sjómann skilur. Já. Að vera vel giftur. Lykilatriði. Það er bara lykilatriði sem þú þekkir væntanlega líka. Já. En férst ekki skammir frá Valgerði þú komst heima að hafa stokkið svo út í sjói? Nei, það var svo skrítið hún segja þú breytist ekkert sá. en já, svo bara eins og þetta líf heldur bara áfram skilur og maður gerir þetta og maður gerir hitt sko og ég fór náttúrulega út í það skilur sko að byggja hann í Hafnarfirði og gerði það náttúrulega með sóma svo var það nú eitt sem að skeiði það nú það endar þess að sögu skilur svo maður hleypa bara inn í þennan sko. Já, bara áfram það var þannig sko að ég var að ferma dóttir mína minni mig og sonu minn átti svona Rúnar þessar 2 dætur og 1 strák og hann átti svona vin sem hann var í fasteignasölu og þessi fasteignasali var í fermingarvellinni og ég segi eitthvað svona við þá ég er bara að búa með húsi og allt það segir svona hann hétt hvað hétt það ég man bara ekki hvað hann heitir ég segi svona hvernig er það að selja svona hús og svona ég er svona spáið að fara að selja svo segi ég ekkert meir nema það er einhver maður hérna hjá hann á skrifstofu sem að seinna við sko sem er að leita að húsi í Hafnarfirði og ég man alltaf eftir þessu sko þú kannski manst líka eftir því að komi hérna Toyota Japani fyrst sko Toyota Japani, já Hilux þá eða eitthvað, nei hérna hvað heitir Forerunner? Nei, 200 bílarnir stóri svona ferkantaðir og miklir og maður gaftast já. Ég sé það við setjum eins og í eldur sem ég og kona sko og sáum við úr glugganum niður á vegi sko það var alltaf sami bíl sem hann keira sko ég tók eftir þessi bílum og ég sé við kona og þetta skríti maður alltaf sami bíl sem hann keira hann búin að keira þetta í 4-5 daga stoppa og 2 manneskjur í bílum og kíkja og svo spá ég bara ekki þetta meira og verið þetta á sjó svo að ég kem í land eitthvað aldrei þá banka og ég fyrir dýra það stendur maður með Toyota í bakgrunninum og segir bara við mig hörðu vinnu sér hvaða kvöldið þetta ekki láttu þér ekki bregða það ég ætla að kaupa þetta hús og ég var svo hissan að ég býtu kemur þú bara bankar bara í húsum og ætla að kaupa húsin ég sjáðu til ég nú bara hrifin þessu húsi svo veit ég annars það það er allt í sölu fyrir rétt verð ég bara var að spá ég að loka á hurðinni sko hann fannst það skemmtilegur þá var þetta skipstjóri sonur mannsi sem átti meitinni sem dó svo seinna með og þetta kannvegi mann var ekki eitthvað pappin hann átti meitinni þessi maður var með Jón og Hofi og héti Jón held ég svo það verður bara hann kaupir húsið og þá stendi ég náttúrulega frammi fyrir því að fara að afhenda húsið eftir 3 mánuði minni mig þannig að ég fer á stað og var búin að sjá svona bjálkahús á mynd svona einhvers staðar ég kjöndan mann ekki hvað það var mynd einhvers staðar sem sá var svona bjálkahús og ég var að veita það svona norskt eða finnst bjálkahús já
og því ég fæ eitthvað hausinn sko, þá verður það bara áfram að inni og að baka mig sko. Já. Þannig að ég fyrir út í það að hafa samband með umboðsmann hérna heima og ég var náttúrulega seldið sko, hæsta fermetarvel selstæði í Hafnarfirði þá sko. Já, það var sem sagt alveg rétt hjá honum að allt var falt fyrir rétt verð. Já, nema það að ég kaupi lóð upp á Vassenda, Sigurbjörni Bárðarsyni. Já. Og ég fyrir að byggja, Já. panta hús frá Finnlandi og það voru 5 gámar, 40 feta gámar, Já. fullir á timbri. Það er svolítið Lego að púsla saman. Já, þetta var nú bara heilt ævintýri sko. Og ég þurfti að byrja á 3 grunnum sko, þetta var einbýlishús, þetta var hesthús og þetta var bílskur. Já. Og þetta er allt um að senda það, og getur ekki að fara þetta og sé þetta. Já. Og ég var oft klórað mér á hausnum svo eftir á hvernig þetta var hægt, skilur sko. En svo komu gámarnir, 5 gámar og þeim var lagt bara raðað upp og síðan bara var að byrja að byggja og ég byggði þetta og kláraði þetta. En meðan ég var að byggja þá var þetta eiginlega fyrsta bjálkáhús sem var reist í Reykjavík, af Reykjavíkursvæðinu og hérna komum fleiri þúsund mann sko. Já, að skoða. Að skoða, stundum komst ég ekki að sko, bara alltaf gallagt bílnum skilur og ég man alltaf eftir hún leikar hérna, Erni Árnasinni. Já, mikill smíður sjálfur. Já, og hérna, hann labbaði alltaf svona hringin og svo kemur hann til mig og svo segir hann mér, segðu mér eitt unnist það, ertu aukífingur? Ertu auðkífingur? Já, ég fyrir að skella hlæða þegar nei, ég er bara vitlaus. En ég kláraði þetta. Þú kláraði þetta og náður að koma það þakki aftur yfir fjölskylduna. Já, fjölskylduna, bjóð þarna í 18 ár. Þú bjóst með Valgerði Ingu. Já, hún deyr 2013. Sko. Já. Það er krabbamenn. Það er krabbamenn deyr fyrir aldur fram. Já, ég myndi segja það. Sko. Já. Og hérna eftir langa og fallega ævi sem þið áttuð saman. Já, nema hún náttúrulega greinist með krabbamenn og það var barða í 8 ár sko. Já. Það reyndi mikið á mig sko. Já, ég trúi því. Og svona, þetta er bara töff fyrir hvern einasta mann að lendi því að missa bankasinn sko. Það er náttúrulega alveg. Já, ég trúi því. En ég lifði þetta alltaf og hérna. Var stend þá sjó þegar að þetta var? Já, hvenær var það sem að ferillin endaði á Hoffellinu? Hann endaði 98. Já, það er þetta mikið fyrr. Já, mikið fyrr. Sko. Þá var ég með Helga Kristjásinni. Helga hérna á með Karlsefni mannstættina. Já. Alveg öðlingur. Við vorum miklu vini og Helgi og hérna. Og skal ég segja þér. Já, þá erum við hérna bara koma út frá Ólafsvík og vorum á trolli sko. Uppsjátrolli, vorum að reyna við margríl og síld og svona og við vorum komin út á Ólafsvíkina sko, þá norðaustan helvíts fræsingur sko, við fáum á okkur brot, það kemur heldur mikið alda aftan á skipið og við vorum að skóla trolli, þrífa trolli sko, fyrir sko, reynsa svona úr dauða síld og svona og fæja á mig brotsjóðana og hann kastaði mér á stálstega sko, 10 metrar svona, kastaði mér á stálstega og ég fæ stálstega hérna framan af mig sko. Já, og brotnaður. Hryggurinn sundur á 3 stöðum sko. Hryggurinn í sundur á 3 stöðum. Það er eiginlega bara svona. Það er svolítið mikið. Það er ekki að spyrja því, þá er ferillin búinn. Já, nema það ég gerði maður sem enga grein fyrir þá skil, heldur lág ég bara í dekkinu og svo sko ég fekk þetta hérna framan á pungur í 3-faldur eða 4-faldur sko. Og hérna ég lík bara hann og segi stráka ég er nú alveg að jafna mig, þetta er alltaf að koma og þá stið Helgi og ég liði bara kjör og sem við að gerum og snúum bara við og förum inn til Ólafsvíkur aftur og það er bara sjúkra bíl og það er ég bara settur bara í Brynju sko og farið með mig á Akranes og það var tekið mynd en það kom ekkert fram kom ekkert fram á myndinu og þeim var slíka skrítið og senda mig til Reykjavíkur sko. Og þar hitti ég yndislegan lækni sem heit Helgi, hann var yfir bækluna til Landspítala sko. Já. Það er tekið mynd og þá kemur þetta í ljós sko. Svikurinn í sundur og 3 stöður sko. Já. Og hérna þá svona það var mikið áfall sko. Mikið áfall líka fyrir svona virkan mann. Svo hérna skal ég segja segir hann við mig sko, eða það sem skeður einverulega sko,
hann svo græjar þetta, setur boltaðið í gegn og svo loka sárunu eða hrygnum og allir saman skilur. Nefnum það skeður síðan 4-5 vikur setna, þá þarf ég að fara inn í Hafnarfjörð til að láta taka heftin úr. Þetta var 40 cm skurður á bakinu. Já. Nefnum að ég fengið þar sko sýkingu þegar þetta var tekið úr. Já. Og svo sá konan það, þetta var nú eitthvað einkennilegt, eða svona hálfa mánuð þá var þetta svona gult og komið svolítið svona mikið útskilur, svona kúla á bakið. Já. Og hún hringir í Helga og Guðmund Jónsson sem var með það var skipstjóri á, svo detti svolítið útnefnilega eftir ég fikk heilablæðinguna sko. Já, fyrir ekki með það. Ég er nú dáist að því hvað úr samt með öll nöfnin alveg á tæru eftir áratugi. Já, en þeir sjá að þetta er ekki eðlilegt, svo það er hringt að sjúkrabíl og ég fyrir á spítala og kona með og hittum Helga. Já. Og hann tekur á mótið mér og hann tekur svona stóran svona eyrnapinna, stóran sko. Og konan að segja mér frá þessu sko og ég bara svona hálfgerður móki sko og rekur í þetta og það bara vellu gröftur og nút sko. Þannig að þá var ég settur bara laður inn og þá var sko opnað náttúrulega allt opnað og það var skóla út með pensilin í 3 vikur sko. Það var ég bara einangur sko. En það náðist að bjarga því skilur þannig að ég náði svona koma tilbaka. Og náðu að halda heilsunni svona þokkalegri, en ekki kannski í standi til þess að fara fara að stíga öldun aftur. Nei, hann sagði þetta að harpaði mig það og ég tók mark á því. Svo jafnaði mig, þá fór ég til sendibílakstur. Þá fórst ég sendibílakstur. Já, ég gef mér það að þú hefur ekki geta setið auðum höndum. Nei, en það er náttúrulega ekki rétt, sko, sendibílakstur og brotið baki, en kannski ekki alveg það sem að... Nei, kannski ekki mikið skárra en að stíga hönduna. Nei, það er kannski ekki svona að bera svona hluti og allt þetta, en þetta hafðist allt saman og svo var ég bara komin í byggingageira, sko. Já. Átti góða vini þar og reddaði á þeim, sko. Já. Við byggðum hérna allt kringum útvarshúsið, Efstaleiti og... Akkurat. Svo byggðum við líka skal ég segja, í Smáránu, sko. Já. Þannig að þú ert búin að vera eiginlega bara non-stop eftir að sárið greri og... Já, nema sko, svo var það í 70 og þá hætti ég að vinna. Kláraði bara þetta dæmi með það. Það var mjög erfitt, sko. Já. Ég gæti aldrei skilið þetta og aldrei séð þetta. Þess að gleði því að vera hættur að vinna, sko. Þetta er bara ömurlega, sko. Var það erfitt fyrst sinn eða? Það er alltaf. Alltaf, það er ennþá erfitt. Já, ennþá erfitt. Og ég er svona... Við hittum seinast í Sundi. Já. Og og ég sagði einmitt við, þú ert bara eins og 30 eða 40, sko. Já, takk fyrir það. Þannig að það er eitthvað sem þú gerir til þess að halda þig svona aktífum. Já, það er kannski bara fyrst og öllu heili, sko. Það er alltaf þyrluspaðið þarna uppi, sko. Já. Þú veist, með alltaf leiðið þær, sko. Það er alltaf eitthvað í gangi. Já. En ég er reynt svona að koma bara svo eins og þú segir, ég hitti því nú í lauginni, þá fer maður svona í ræktina og svo fer maður í Sundið og svo eftir það bara klóra maður sér höfðinu, skilja. En svo áttu náttúrulega þessi 3 börn, síðast þegar við hittust þá áttur 9 barnabörn og... Já, nú voru við orðin 13. Þau eru orðin 13 og langafa börn líka. Langafa börn líka, já. Þannig að það er nægur garður fyrir því allavega að sinna. Já, og svo náttúrulega kannski líka eins og þú kannski vist að það er ekkert einfalt í dag til dæmis fyrir fólk, sko, þó að börnir sé heilbrigt þá maður alltaf skítræddur, sko, það er alls konar uppákomur og alls konar þrýstingar í þjóðfélaginu. Já. En ég þurfti aldrei að hafa ágjörð þessu. Nei, þetta er allt saman heilstift og góð. Já, konuna þakka, já. Einni pípari, einn kaupmaður í Kringlunni og einn læknaritari. Já. Þannig að... Allt saman flotti krakkar. Alveg dásamlega krakkar og orðið allt bara svona velgert fólk og búin að koma sér vel fyrir, sko. Og þú ætlar ekki að taka neitt kredit fyrir það heldur. Nei. Fær eiginkonan heitin. Já, það er að gefa svo borða, sko. Já, það er að gefa svo borða. Það er svona skilur, sko. Já. Það er svona kannski að koma sér bara til manna, það er ekki sjálfgefið. Nei, en fannstu lífsförunut eftir þetta? Já, svo hef ég með yndislegur konu í dag sem heitir Sigríður. Sigríður Krag? Já. Ég vissi að því nefnilega. Já, við erum góði vini, sko. Já. Og það er ekkert einfalt, skilur, sko, þú veist nú hvernig þetta er í lífinu, hún á barnabörn og hún á börn og planta þessu öllu saman, sko. En
Já, og líka kannski það að þú ert orðin svo rosalega mótaður einstaklingur eftir þína ævi. Já. Þið hafi verið heldur betur, og hún líka, þið hafi verið heldur betur heppin að finna hvort annað. Já, og ég er náttúrulega með... Já, þú aðalega heppin að einhver láti sér linda við þig. Já, það sé alveg rétt, ég ætla alveg að taka undir það með þér, sko. Það var ekkert, sko, og menn hafa svona, þú veist, við kallarnir, við segjum ekki kannski alltaf, sko, við erum ekki svona dramadrottningar, sko, eins og konur geta verið stundu, sko. Það er alls konar upp á komur og ég var sagt að, sko, við erum með svona hólf, byggt hólf, skilu. Það kemst mikið fyrir í því hólfi. Já, svo kannski bara fyllist hólf og flýtur út og þá er náttúrulega bara komið, sko, stórt vandamál, skilu. Já, ég láti mig þekkja. Þetta er hólfið sem að, sko, það endar nú yfirleitt með sprengingu, sko. Já, sko, eða flýtur út. Eða svona einhverju, eða flýtur út. Já, eða flýtur út, eða fyllist hólfið, sko, þá verður svona, sko, erfiðleikar og svo bara, þú veist, öll þessi smá, eins og þú bendir réttilega, þú ert mótaður, skilur, þú ert með þetta og þú ert með þetta og þetta og þetta á ekki að vera svona, skilur, og hins einn, skilur. En svo sel ég Bjálkahúsið, þá koma hana, eða Bjálkaborgina sem það kallast framkvæmdir, sko, þá koma hana 3 fjölskyldur, þess að maður eða hjón með 2 stelpur og held ég sé að segja rétt að voru báða fráskildar, önnur með 2 börn og hinn var með 1 barn og ég var búin að inni í þetta bílskúlum sem íbúð, sko. Legði hana bara út, skilur við, það var flott íbúð, nema þetta fólk kaupir og breytir svo hestusonu í íbúð líka. Já. Það er raunverulega 160 fermetra einbýlishús, sko. Já. Það glæsi hesthús, sko. Og eru þar í dag. Og þið Sigríður eru búin að koma ykkur fyrir annar staðar? Já, nú byrjaði ég bara í Kópavoginum og var það í sérhæð, svona flottri sérhæð. Það var svolítið snjóþungt, skilur. Já, í efri byggðum. Já, efri byggðum Kópavogs, Klappakór. Já. Og það var svona, sko, bardagi að komast bara í og úr vinnu fyrir Sigríði, sko. Já. Og það er þetta moka yfir korsamótna og þetta var náttúrulega að gerast hjá mér, skilur. Svo fæ ég heilablæðingu þar, sko. Já. Er ég bara einn heima. Þú búin að fá heilablæðingu hvað, 2 svar? 2 svar. Já. Ekki mist samt svona máttinn öðru megin eða... Ég er alveg dofinn öðru megin, sko. Þú ert alveg dofinn? Já. En búin að vera það í 5 ár, sko. Frá því ég fekk þeirra. Svo fekk ég þess að 10 sem kallaði það svona vægt, sko. Já. Þá vissi ég bara, þetta er lagi, hugsaði mér, sko. Já. En þegar ég fekk fyrra áfalli, þá náði ég að hringja í hana, sko. Já. Þá var hún búin að gangi gegnum með mömmu sinni, sko, fá heilablæðingu, sko, vissi alveg, sko, heyrði strax að þetta var eitthvað mikið að, kom bara strax heim og ég fór bara með sjúkrabíl, skilur, sko, upp á spítala og lagði þar inn og gaman að segja frá því að það, sko, ég sagði, sko, þeir eru ekkert, segi við Sirri, þeir eru ekkert að gera, koma bara hérna og standa hérna og babla eitthvað að steypu, sagði ég, hvað svo einn morguninn læknarnir kom alltaf 2, sko, svo koma þær einn morguninn og ég er í rúmunu og þeir standa við gaflinu og rúmunu og segja hvernig er eftir hvernig haldi ég hafa ég fekk heilablæðingu ég veit bara sem ég er og ég ætla bara að segja ykkur annað ég er að fara heim þessi hörðu bara 2 daga þú voru að vera einna lengur nei, ég sem á hann á skrokk og ég stjórna því þið bara verið að hlýða mér ég klæddi mig og hringdi Sigríði og svo var ég bara farin heim. Þú hefur langa sögu að þessu að vera ekkert að láta segja þig fyrir verkum. Nei, ég var læknar, sko. Þú veist nú alveg hvernig þetta er læknar, sko. Þetta er frábært fólk, sko. Allt með það, sko. En það er sögumir sem líta á þetta sem hálfgerða guði, bara sér lög sem þið segja. Aldrei verið þannig á mér. Það sjúklingur veitir stundum hvað er honum fyrir bestu. Já, miklu betur. Ég finn til þarna og þarna. Þeir eru ekkert með þessa tilfinningu. Þeir standa bara fram á rúmu og tala við þig og svo bara ekki söguna meir. En nú er það þannig að þú ert, eins og sagði, sko, búin að finna svona aftur gleði og félagskap eftir að þið Sigríðu fundu hvort annað. Já. Og fyrir 5 ára síðan þá fórst á pensjón, eða þannig, hættir að vinna. Já. En sjómaðurinn er væntanlega alltaf ríkur í þér, eða ekki? Já, samt sem áður, sko, eftir ég fekk heilablæðinu, en þá svona, sko, svo með bóði, kunningi við beðið með að koma 1 túr, sko. Já. Bara svona sem, sjá, nei. Nei. Það var alveg farið, sko. Það er alveg farið. Já.
Ertu ekki að keyra niður á bryggju svona og... Jó, ég ger það nú alveg sko, Já. það er nú kallað eitthvað að fylgjast með en svona þú veist, þetta var bara búið og ég gerði mig grein fyrir því. Já. Það var erfitt og allt það sko. Þannig að þú finnur ennþá fyrir því sko hafið það á sér stað í hjartanu Já. en þú ert ekkert að missa því að... Nei, ekkert að missa að fara aftur sko. Nei. Ekki frekar en þú. Ef þú getur staðið á bryggjunni sem Gaui fullorðið maður og staðið á bryggjunni þannig hvað 1964 eða hvað nú var og talaði 14 ára sjálf að þig. Hvaða heilræði myndirðu gefa sjálfið þér? Drífuðu ból. Já, Það myndi ekki vilja breyta neinu. ekki breyta neinu. Nei. Þetta er rosa skemmtileg vinna. Já, Og þetta er góð laun í þessu. já, Og það er eins og lífið hjá okkur öllum sko, við erum alltaf að berjast við að láta okkur líða vel. Lífið snýst það hjá okkur, láta okkur líða vel. Geta að segja börnum okkar komast til manna, að góða máta já, og bara hreinlega vera öruggum með börnin sín. heldur betur. Það er bara eiginlega, finnst mér svona stærsta máli í lífinu. Já, Og þó að ég kannski segi það bara við þig, sko, ég var kannski ekki mikil pappi í þeim skilningi. Ég var bara alltaf að vinna. já, Það var bara snýrist alltaf að vinna og smíða og mjög gaman að smíða sko. já, Og þarna var 2200 lóðskilur upp á Vassenda, já, öll í ræktum sko. Og að því að spyrjum Sigriði sko, þá var hún alltaf með mér í garðinum. já, Og eitt skiptin sagði við mig, veistu það Gaui, við byrjum hérna, komum hérna yfir alla lóðina, þá getum við byrjað aftur hérna. Já. Það, sko. Þetta er svo mikið sko. Já. Og þetta var náttúrulega, ég kláraði hann svolítið, ég léttist upp 14 kíló því ég byggði þetta sko. og hefur kannski haft gott að því þá, Já, ég meina, þetta var aksjón alveg stanslöð sko. stanslýsaksjón. En þú hugsar að hlýju svona bara ferilinn og lífsveipið og allt þetta. Já, þetta er bara ekki alveg verið sáttur sko. Já, það er svolítið, sko nú þekki ég það nefnilega að hafa verið sjálfur í hernum og við horfum á svona ameríska bíómyndir og sjáum þetta bræðralag sem á að vera í hernum. Sammála. En ég upplifði mesta bræðralagið mitt bara svona á togurum. Þetta er ein svona heild. Já. Þetta er eitt heimi, sko. Já, þetta er svona heimilið, þetta er annað heimilið. Já. Það er mest þannig eiginlega á fiskiskipi, sko. Já, og ef þið líður ekki vel borð í fiskiskipi, þá átt ekki að vera þar. Akkurat. Þá átt að vera umstæðan. Gaui, þetta var frábært spjall. Já, mér finnst gaman að sjá þig, gaman að tala við þig. Ég vonu sér eitthvað nær, en það er bara, sko, það er líka þetta þegar maður á að fara að rifja upp, sko, þú veist, fyrir 40 árum síðan, skilur. Já, mér finnst þetta bara að vera ljóslifandi eins og þú lýsir þessu. Þakka að kærlega fyrir spjalli, Gaui minn. Takk sem við leiðum.